Komið sæl, heyrðu, ég er reynda búinn að vera í ættfræði þessi ég er 15 ára gamall eitthvað svoleiðis og búinn að skrá mína ætt alveg hægur og vinstri og ekki hvað. Allan að margar aldir aftur í tíman og ég get ekki verið íslenskari aldur en íslenskt er. Ég fór að skoða gagnagrunn hjá Íslenska erfðagreiningu og ég komst sums staðar alveg fast að landnámi sums staðar og mikið svona gögn kringum 1400 og það er ekki eitt einasti útlendingur í ættinni minni sem forfeður og ég ákvaða þá að það er svona í kjölfarið að fara þá leið og gera svona DNA. Þannig málum vexti að ég get ekki fengið að sjá sko móður mína og hennar móðir og kolli en ég get farið í karllegginn. Síðan ef það verður mjög svona athyglisvert svona efni sem kemur út úr þessu þá var ég mjög gaman einmitt þá myndi ég ræða við systur mína eða móður og byrja hann að taka líka svona DNA og þá fæ ég sko heildartreið frá henni móðurlegginn alveg og síðan föðurlegginn og ég vil meina það að miðað við mínar færslur sambandi við mína ætt forfeður að þá get ég vel trúa því að samkvæmt þessum skráningum að ég sé af írskum ættum, miklu meira heldur en norskum ættum, þar sem ég svona, miðað við þá skráningar þá til og með þetta Þórunn Hyrna, hún er formóðir mín samkvæmt öllum skráningum sem ég hef séð, síðan er örlítið náttúrulega sem kemur náttúrulega frá Noregi en ég vil meina að ég sé svona meiri íri kelti jável en síðan svona gaman að sjá hvað það kemur til að ná langt aftur. Það eru svona 3 stór fyrirtæki sem hafa verið að veita fólki aðgang á svona DNA. Ég til að mynda var að fá þetta hérna núna MyHeritage heitir þetta fyrirtæki. Ég er þegar búinn að skrá svona inn á heimasíðunni hjá þeim gagnagrunn svona ættartré og búinn að fá þegar svör frá Danmörku og Noregi, fólk sem vil fá að tengja sig við minn grunn. Þetta er greinilega einhverjir fjarskyldir ættingjar, ég hef ekki hugmyndum, hef aldrei heyrt talað um eitt en eitt en gafin þessu samt en með því að taka þátt í þessu þá sendi ég einu svona strókur sem ég þarf að taka inn á einhverju kynninni og senda til þeirra og það eiga að líða svona 4 til 6 vikur þangað því ég fæ niðurstöðu og þá getur vel verið að finnist einhverstað út í heimi einhver sem er með svona svipað DNA og ég, eitthvað sem þú veist sama byggingi, ég fattaði ekki alveg hvernig það virkar en allavega og það eiga að vera svona þeir sem eiga að vera með sama DNA og ég en það er engin eins náttúrulega en síðan í kjölfarið getur maður verið að finna einhverja svona fjarskipta ættingja og það er líka þannig að þetta alltaf kostar allt og ef maður vil fá meiri upplýsingar og geta bætt endalaust við ættartréð sitt þá þarf maður víst að borga á þessa síðu sem ekki sem bara gott og gilt og þetta er svakalega vinna bak við þetta og svona en það sem ég tel mig að vera það pjúran Íslending að mér dauðlangar að sjá svona hvar erlendur rætur að koma inn á hvaða tímabili, hvort að það sé bara allt bara nánast landnám eða hvað sko, af því að þetta DNA það er að rekja það fleiri þúsund ár aftur í tíman sko og svo getur vel verið ég sé komin bara úr svörtustu Afríku upphæðlega eða eitthvað svolítið sko. Það er svona gaman að sjá hvað kemur út þessu en ég mun láta ykkur vita og sýna ykkur niðurstöður. Við erum í sambandi. Jæja, þá komið að því DNA niðurstöðurnar með mitt forfeðratal er ég íri eða í Skandinavíu
Er ég skáeður eða móeður? Nei, smá djók. Kíkjum allan á þessi hérna þessa niðurstöðu. Það er gaman að vita hvað kemur út úr þessu hérna dóti. Sjá. Ég er frá Sko, fyrsta lagi hélt ég væri meir íri með hvað mikið af rauðhærðu og rauðbirtu fólki í minni fjölskyldu. Skoti, ég sáttu við það. Hægis! Ég veit ekki sláttur gott. Wales, jú, þeir eru ágættir í fótbolta. Geta nú voða mikið meira. Æ, ég það ekki. Nei. En íri, ég sáttur, mikið öli gott. Þjóðlega músík góð. En 7,4%, ég hélt virkilega að væri meira. Skandinavi 90%, ok. En það kemur líka að ljósa, ég er komin af þeim landnámsmönnum sem eru hérna í kendi við Eyðifjörð, Þórunn Hyrna og Helgi Magri. Norður Afríka, 1,5%. Líbía, Gaddafi var til að frændi mér þó. Og hérna, nei, svo er það Nígería. Ég held að það var náttúrulega bara skreið sem væri þangað. 1,1%. 1,1% Nígeríugæi. Ég er svo hvítast í heimi að þarna, eins og Albanofi myndi sko blikna við hliðina á mér sko. Vá! Ég var að kíkja aðeins nánar á þetta hérna. Sjá hvað Vá! Ok. Kíkjum aðeins hérna. Herðu, ok, hérna er eitthvað. Summa Family Tree. Ok. Sko, geta, ég bjó til framækta tré inn í forritið sem þetta fyrirtæki býður upp á. Þar er ég komið með vel yfir 2000 einstaklinga og það er alltaf gaman einmitt að tengja við þetta og hérna höfum við, já, tökum kallinn hérna niður aðeins, hann er eiginlega fyrir. Sjá. Hérna er hvað? Þórunn Auðuga, 870, og þá stætti í. Já, sæl. Eitthvað fokkis gamalt þetta maður. Sko sjá. 840. $761 í Noregi. Jæja. Ég ætla að næra ekki ætti mínu þangað alveg. Jæja, hjá einhver Hallbjörn. Hallbjörn. Bandar 875. Ljóta eitthvað. 830. Torgeir Vestarsson. Ho, ho, ho. Minn ancestor. Já, vá, það er 37 ætlir millat. Vá. Já, hérna. Hétill hængur. Ekki vængur, heldur hængur. Sko,
Þetta er dálítið magnað, sko. Ég mæli með að gefa fólki svona DNA-kit í tækifærisgjöf. Kemur manni skemmtur á óvart, sko. Gaman að sjá þetta en ég hélt að ég væri meiri íri í mér en þetta, en ok. 7,4% er bara fínt, sko. Það reyndar hver hluti að því kannski vel Sverige og Skoti, ég er bara mjög sáttur við það, sko. Vá. Finnst það magnað, sko. Ég mæli með þessu. Kíkjum á þetta einu sinni enn áður ég slekka á þessu borði. Og hann getur lótt okkur lögur. Bara takk fyrir að horfa á. Allavega ég hafði gaman þessu, ég veit ekki með ykkur, en það önnur saga og væntanlega framhaldssaga. Sjáum til.